Jóðum Jóð, Sönvil gallabuxur. Taktikinn í boði Jóðum Jóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Hingað til mín í settið ég komið mjög sérstakann gest. Einn af mínum mentorum í knattspyrnuþjálfun. Hann núna eigandi hjá Training for Warriors. Egill Ármann, velkomin. Takk hérlega fyrir. Við byrjum á bara að kynna þig og þinn bakgrunn. Þú ert búinn að þjálfa knattspyrnu, einkaþjálfari, búinn að vera í handbolta, þessu. Já, hvar byrjar þetta? Hvar byrjum við? Ég byrjaði 2002 að þjálfa fótbolta. Og náði því alveg í dálítið dágóðan tíma, held ég hafi verið 13 ár í fótboltaþjálfun. Svo íðan var ég inn á milli, tók ég líka yfir veturinn aðeins 2 ár í handboltaþjálfun. Og á leiðinni líka með fótboltana, þá tók ég inn einkaþjálfun, lærið það 2010. Og byrjaði að vinna í vaxtarræktinni gömlu þá, þarna niðri í kjallara á íþróttahöllinni. Þannig að Siggi Gerst lét mig hafa fyrsta jobbið þar, svona unglinganámskeið. Og þá rauninni eftir það ákveðið að fara í einkaþjálfarann og byrja rauninni sem einkaþjálfari í nýrri vaxtarræktinni, eða þrekvöllinni sem var þá. Og svo eftir það þá fer ég yfir það að þjálfa mjög mikið með fótbolta og var svona meira í fótboltanum á sumrin, tók mig frí í einkaþjálfunina á sumrin. Og svo fer ég bara ákveðið breyta hans til og fór var að þjálfa fótbolta og fór að vinna á Norrlenska 1 ár. Fann svo bara, það átti betur við mig að vera meira í kringum íþróttirnar. Þannig að ég fór aftur upp í KA-heimili og var að þjálfa fótbolta þarna heilt, það var rauninni þá síðasta sumarið mitt. Og byrjaði að þjálfa í Training for Warriors þá. Og eftir það sumar þá eiginlega svona fann ég það að fótboltaþjálfunin var svona líðandi lok og svona kom meira áhuga á því að vera í kringum líkamsrækt og tek svo við þarna, í september tek ég við, það sumarið tek ég við Training for Warriors stöðinni og það búið að vera, góður tími síðan þá. Já, en þú hefur alltaf verið á kafi í íþróttum og þessi leið hefur legið svolítið beint inn í þjálfun, ekki satt? Já, hún hefur gert það. Ég fann það einhvern veginn mjög fljótlega bara eins og ég var 14 ára eða eitthvað þegar ég byrjaði að þjálfa með Dean Martin upp í KA-heimili. Og þá fann ég svona strax að það var eitthvað svona að mér langaði að þjálfa og setti mikinn fókus á að þjálfa. Og svo var maður að spila með, ég kem upp úr öðrum flokknum og fer í og ákvað þá að breyta til og fara í Dalvík. Og svona fyrsta ári í Dalvík að þá var mikið fókus á að spila og líka að þjálfa mikið og svo fór það svona aðeins að dvína og annað ári eftir, seinna ári mitt í Dalvík að þá hætti ég í rauninni bara að rétt á hana sumar að búið í rauninni það var svona mjög lítið með og fókusin var alltaf meira og meira í þjálfuninni. Þegar þú varst sjálfur að spila og æfa, varstu þessi leikmaður sem var mikið að pæla í þessum líkamlega þætti, styrktarþjálfun, heilsu, lífstíl? Ég pældi fæ það líka heima frá, við fórum mjög snemma að mikið pælti því heima að hugsa vel sig og borða rétt og hreyfa sig. Þannig að ég fæ það svo sem líka mest heima frá, en síðan kannski ekkert var ég eitthvað beint að hugsa líkamlega þáttinn. Á þeim tíma var kannski ekki mikið það væri einhver þjálfurinn þá var ekki eins og niður í dag, þá var meira bara svona, lyfti við með liðinu og það var ógeðslega gaman og ég var alltaf klár í það að taka vel á því og hreyfa mig mikið og var alltaf með einhvern svona eitt sem ég elti mikið sem ég fann að var bestur í liðinu eða eitthvað svoleiðis og var alltaf að reyna að halda í við og æði auka og þannig að ég fann alltaf strax að hvað hreyfing skipti miklu máli. Og vera rauninni alltaf örlítið betri heldur en næsti, en samt alltaf að reyna að vera betri en svo sem var bestur. Það gekk stundum. En svo ertu þarna að þjálfa fótbolta og handbolta sem liðsíþróttir, þú ferð út í einkaþjálfun þar sem þú ert að pæla bara í einstaklinginu sem fyrir fram að þig. En svo ferðu kannski svolítið að samtvinna þetta tvennt, einkaþjálfaran og liðsíþróttina út í svona,
liðslíkamsrækt, ef við kalla þessi svo, eins og Training for Warriors er. Já, algjörlega. Og það, ég var bara eiginlega mjög heppinn að fá að komast inn í þetta Training for Warriors systema því að það hefur verið talað mjög það áður en ég byrjaði að þetta væri svona, já, þetta var svona samheldni, þetta ætti að vera svona, þetta er í rauninni bara eins og liðsport og það var mjög fínt þau rauninni það sumarið þegar sem ég var að þjálfa það og fótbolta, þá svona fann maður alveg bara að þetta var mjög svipað og þess vegna held ég að það hafi kannski dreifið mig meira út til það að fara í treyning. Þetta var svona öðruvísi grundvöllur til að vinna með fólki en samt sama svona liðstæmið. Akkurat, það var þetta að nýta þetta svolítið á báða vegu. Ég man að við vorum alltaf að þjálfa hérna saman 3. flokk kvenna, ég var aðstoðarþjálfari þar og við vorum að taka mjög oft Training for Warriors upphitun. Já, og það er eitt sem að líka bara, maður hefur séð mikið í kringum flokkana sem er að hita upp fyrir eitthvað, ef það vantar eitthvað skemmtilegt að hita upp samt sem er áhrifaríkt, að þá hefur fólk verið að taka rauninni, krakkarnir og þjálfararnir sem er að þjálfa fótbolta, handbolta, upphitun sem að við gerum rauninni alltaf fyrir hverja einustu æfingu, sem er mjög skilvirk upphitun, skemmtileg upphitun, tekur ekki langan tíma. Þá svona fyrsti þátturinn af upphituninni er oft það sko. Og það er alltaf gaman þegar maður horfir út úr gluggann í ræktinu og sér hérna vera að hita upp og það er maður bara, já, geggjað skilur. Þannig að maður finnur og þau greinilega finna líka að þetta er eitthvað sem hefur áhrif en er líka ótrúlega skemmtilegt. Þetta er svolítið skemmtileg upphitun í Training for Warriors. Ef við förum í gegnum svona klassíska Training for Warrior upphitun, hvernig lítur hún út? Við erum með, þetta eru 3 gerðir á hoppum sem við gerum alltaf. Þetta eru gömlu góðu jumping jacks, en það er samt í því að það þarf að gera það líka ákveðin hátt. Þú þarft að fara upp með hendur og fast niður í lærin og svo er með klappi og svo eru cross-up og þá er það alltaf þannig að þjálfarinn telur fyrstu 5 endurtekningarnar og meðan að hópurinn telur svo saman hátt eins hátt og að geta frá 6 og upp í 10. Þannig að það myndar svona smá stemming líka með og allir vera æstir og ótrúlega gaman. Þannig að þetta snýst það að hópurinn er saman í upphituninni alveg frá byrjun? Alveg frá byrjun. Og það sem er í Training for Warriors að við byrjum tímana saman og við endum tímana saman. Þannig að það er ekki þannig bara að þú kemur og þú ert sjálfur að hita upp og svo ert þú bara búinn og farinn, skilur. Þetta er bara, við byrjum saman, við endum saman. Það er svona alltaf svona gullregla hjá okkur. Akkurat, eins og í liðsíþróttinni og svo er það líka sko, það er ekki bara þjálfarinn sem á að vera peppandi þarna inni, það eiga allir að vera þessi peppari fyrir liðið. Já, það eiga allir að vera, þú veist, ég á bara að hjálpa þér að gera eins vel og þú getur og þú ert að hjálpa mér og svo kemur einhver nýr inn og þá kemur þeir sem eru búin að lengi og þeir hjálpa honum og ég svona hjálpa bara á milli og þannig að það er rauninni allir að hjálpast að gera það besta fyrir þá sem eru í tímanum og þeir sem eru þarna mættir. Það eru fimmur og það eru öskur og það eru smá læti. Það eru fimmur og það eru, þú veist, ég ekki segja hvatningar meira kannski heldur en öskur sko, en þú veist, sumir verða alveg ofurpeppaði stundum og þá svona heyrast alltaf mikil læti en ég ætla kannski ekki að segja þessi of mikil læti, meiri bara svona, þetta er rosalega mikil hvatning, alveg sama hvort hann heyrist hátt eða hvort það sé bara high five eða bara, þú veist, stundum kemur bara knús, skilur, bara vel gert og þannig að það er mjög gaman. Það er mjög gaman. Tíminn er hlaupið frá okkur hérna í fyrsta hluta. Við ætlum að kíkja yfir í smá auglýsingar en höldum áfram eftir þær. Haustið er lent hjá Joe's. Taktikinn er í boði Joe's. Við höldum áfram, Egill Ármann er hjá mér hérna í settinu. Egill, vorum að tala um þetta æfingakerfi hjá Training for Warriors. Ef við förum svona út í það, sko, í grunninn á því, hvað snýst æfingakerfið? Þetta snýst bara, hvað ég segja, það geta allir, þetta er eitthvað sem er fyrir alla einstaklinga sem að vilja hreyfa sig og hafa gaman. Þetta er uppsprottið frá í rauninni bardagaíþróttum og byrjar í rauninni með brasilískum bardagaköpum sem voru að berjast reyna að komast út allan heim, höfðu lítið af peningum og eigandinn þessi sá sem fann þetta upp, hann var að þjálfa frítt og var að koma þeim í stand og svo fannst það bara, já, þetta er eitthvað sem að gengur fyrir rosalega marga hópa, þannig að hann fór að breyta í því að vera að þjálfa bardaga, íþróttamenn í það að koma þessu fyrir almenning. Þannig að þetta er rauninni sama og einhverjir
fremstu bardagamönnum í dag voru að æfa þegar þeir voru að koma sér upp og í grunninn þetta raunin þannig að þú átt að geta lyft þungt, þú átt að geta hlaupið hratt og þér á að líða vel. Þannig að inn í þessu öllu við erum alltaf með 2 styrktaræfingar í viku þar sem við erum að lyfta, þar sem að þyngdirnar eru kannski meiri en alltaf persónubundnar og síðan erum við með 2 daga sem eru svona meiri þrekæfing en alltaf með stundum bara með eiginlíkama, stundum koma einhverjar ketibjöllur eða handlóð eða slamboltar, þannig að það bara misjafnt hvernig erfiðleikastigið á þeim æfingum. Og síðan ein æfingin í miðri viku, miðvikudögum, sem svona hraðaþjálfun, rauninni svona með lóðum. Létt lóð, langar pásur, stutt vinna, þannig að við erum að reyna að æfa meiri hraðan þar. Og inn í þessu við erum með spretti, við erum með alveg ótrúlega mikið. Þannig að fjölbreytni milli daga ótrúlega mikil. Þú tekur við þessu fyrir 3 árum núna, það mikil tímamót hjá Training for Warriors og það nýtt húsnæði líka. Já, við vorum að flytja okkur bara 3 vikur, eitthvað svoleiðis síðan. Þá vorum við upp í gamla júdósalnum, sem orðinn júdósalur aftur, og fluttum okkur niður eina hæð og við það stækkaði gólfplássið einhverja 50 fermetra og kannski mesta breytingin að nú erum við búin að setja annað gólfefni, við erum með gervigras, við erum með svarta gúmmímottur og svona lúkið, heildarlúkið allt annað. Þannig að þetta bara betra húsnæði sko. Þetta búin að sjá mikinn mun síðan þetta fór í gang og þetta var maður fyrst svona að sjá sko hvernig þetta myndi fungera, það sem maður búin að hugsa og setja upp en þetta bara ótrúlega gott og mjög glaður og ánægður. Þetta hefur breyst mikið, ég man eftir því þegar þú varst að taka við þessu fyrst að þá þurftir þú að vera þarna meira og minna, þú varst fyrsti maður inn og síðasti maður út og varst að þjálfa alla tímana, þetta var ekkert grín. Nei, og kannski sem fólk gerir sér ekki grein fyrir og við svo fara að gera kannski meira núna að við erum ekki bara Training for Warriors, við sjáum styrktarþjálfun hjá 4. flokk, 3. flokk, öðrum flokk í fótbolta, við erum með 3. og 4. í handbolta, við erum með meistaraflokk karla og kvenna í handbolta, blakið að æfa þarna líka og þetta voru ótrúlega mikið af tímum í hverri viku. Þannig maður var kannski á fullu frá 6 til 10 á kvöldin og reyna að komast inn í aðra vinnu hvað var að reksturinn á milli og þannig gekk þetta alveg í 5 mánuði. Já. Þannig þegar ég var bara einn til að byrja með. Þá varst þú að þjálfa bara þetta alla tíma? Alla tíma. Þannig að maður hugsaði að margir sem eru konur á fullt í ræktinni hugsa með sér að það væri nú geggjað að eiga sitt eigið gym en það þarf dálítið mikið til og mjög mikla vinnu og fórn til að komast á þann stað. Já, það tekur ótrúlega mikinn tíma. Þegar við hjónin ákveðum að taka við þessu þá bara sáum það, ok, ef við ætlum að láta þetta ganga þá þurfum við að gera þetta eftir okkar höfði, við þurfum að gera þetta svona og svona og settum bara að það tekur 5 mánuði, þannig að í janúar þá ætlum við að fá annan þjálfara inn og hún sá bara krakkana og ég var bara að þjálfa og svo bara hjálpuðust við að láta bara allt ganga frá bara þangað til í janúar og það var mikil fórn, þannig að maður kannski sá ekki krakkana þegar þeir fóru að sofa og var farin þegar þeir vöknuðu og svona alls konar fórnir sem við bæði tókum í þessu ferli sko. En nú þetta komið á annan stað, nú ertu með þjálfara með þér og Training for Warriors lítur allt öðruvísi út en það gerði fyrir 3 árum. Allt öðruvísi. Bara, við fengum þjálfara inn hérna, ég fekk bróður minn til að hjálpa mér. Hann bjó á Dalvík og var að keyra í bæinn og var að taka æfingar í þessum janúar 2017. Og síðan núna ég komið með Andri Már Mikaelsson, fyrirlið SA í hokkíinu. Hann búinn að vera núna í dágóðan tíma og að taka 50-50 á móti mér. Og svo erum við með Sigþór Árna Heimisson sem handboltaleikmann og núna aðstoðarþjálfari í meistaraflokk kvenna í handbolta og Ragnar Baldvins, hún komin inn líka og þannig að við erum með alveg hörku gengi á bak við okkur og Íris náttúrulega getur stokkið allt ef eitthvað vantar.
maður hugsa sko þessi staðsetninga, því þetta er staðsett í Káa heimilinu, þannig að það er mikið íþróttagreinum þarna í kring og þær koma líka inn til ykkar eins og segir sko blakið og handboltinn er að æfa hjá ykkur. Skiptir þetta ekki svolítið miklu máli, bæði að það sé svona líkamsræktar aðstaða inn í íþróttafélagi og líka það sé bara svona þetta íþróttasamfélag sem er hérna í kringum ykkur? Jú, það skiptir miklu máli og bara í rauninni staðsetningi sem við erum á í rauninni held ég bara aðal ástæði fyrir því að við erum gangandi, skilur, af því að fólki í kring, það er auðvelt að koma, labba frá heiðalundunum og allt sem er nálagt, alla fullt af íbúðarhúsnæði þarna og svo bara fólk er að koma með krakkana á æfingar í veturinn og bara ótrúlega mikið líf. Ég hef oft líka fengið spurninguna því við erum í Káa heimilinu, þú veist, er fólk úr þorpinu að koma og þú veist, það er alveg fullt af fólki. Ég meina yfir veturinn eru Þór með æfingar upp á Káasvæðið og þess vegna hefur kannski fólk komið í treyning af því krakkarnir eru á æfingu og þú veist, það hefur ekki verið þröskuldur fyrir mjög marga allavega að koma inn þótt þetta væri staðsett í Káa heimilinu. Nei, það er engin hindrun. Nei, við náttúrulega, þú veist, við erum bara Training for Warriors, við erum ekki Káa þarna og ég persónulega bara reyna að koma bara í veg fyrir það við séum að setja einhvern rík hérna innan milli Káa og Þór innan þessara dyra, skilur. Þarna bara hlutlaus staður sem við erum bara að æfa og hafa gaman og skemmta okkur, sko. En að þið út með afreksíþróttamenn úr ýmsum íþróttum eins og blaki og handbolta og fótbolta, hentar Training for Warriors prógrami fyrir allar þessar íþróttir eða þarf eitthvað að sérhæfa þetta fyrir hverja grein? Sko, uppsetningin á training, þessi styrktaræfingarnar, kardíóæfingarnar og þessar speedtraining-æfingar sem við erum með líka, að þetta hentar þessu mjög vel. Þetta eru kannski æfingarnar sem við setjum inn í æfinguna, kannski stundum alltaf öðruvísi, en þetta á að henta öllum íþróttum, en það er bara spurning sko hvernig æfingin innan æfingar er. Og ég hélt fyrst svona þegar ég byrjaði með styrktarþjálfun og þá þarf ég að gera öðruvísi heldur en ég gera í treyning og svo bara fór það að snúast í það. Ég fór að gera raunni svona sömu uppsetningu á tíma eins og bara treyningtímanir eru. Akkurat. Við skuldum eitt auglýsingahlé, við ætlum að taka það eldsnögt. Jóðum Jóð, Sönvil gallabuxur. Taktikinn er í boði Jóðum Jóð. Let's go. Og við siglum inn í síðasta hlutan af þessum þætti. Egill, þið hafið farið út til Finnlands og hérna, þar er Training for Warriors mjög stórt. Já, það er stærsta landi fyrir utan Bandaríkin. Training for Warriors er rauninu upprunalega frá Bandaríkjunum. En þeir eru með sko held ég 15 stöðvar í Finnlandi. Þannig að við fórum í maí fyrir rúma ári síðan fórum við með 20 manna hóp frá Akureyri og bara til þess að kynnast þessu og bara fórum inn í hérna 3 mismunandi stöðvar og höfðum mjög gaman á milli og það var alveg einstakt rauninu bara ævintýri sem við fórum í þar. Uppgötvuðu einhver sérkenni hjá einhver Íslendingunum þarna úti? Já, það var heila mjög fyndið því að það voru allir orðnir svo hrikalega peppaðir fyrir að fara. Bara Finnar eru svo framalega, þeir eru svo hressir og ég er búinn að segja hvernig þetta var þar og þau voru bara, yes, þetta var geðveikt maður. Og svo bara eftir fyrsta tíman þá voru bara, heyrðu, vá, hvað Finnarnir eru ótrúlega peppandi og ég spurði nú hvað voru margir Finnar og þau bara, já, voru þetta margir og bara hvað voru þið mörg, já, við vorum aðeins fleiri og bara voru aftökuð því, skilu, það voru þið sem að komu með allan kraftina því þið voru bara, þú veist, settu bara hausinn í það að þetta væri ógeðslega gaman. Þannig að þau voru bara peppuð Finnarna bara í botn, sko. Þannig að það var ótrúlega skemmtilegt og þau höfðu líka orð á því Finnarnir, bara þjálfararnir, hvað væri mikil orka í okkur sem að við héldum að væri í rauninni frá þeim. Hann annað við því að tengjast öðrum stöðum og svo ert þú líka núna nýbúinn að skuttla Martin Rooney, stofnanda á völlinn, hann var hjá ykkur hérna á Akureyri. Já, hann bara sendi mér rétt fyrir þátt, bara við varum þá var hann að fara og hoppa upp í flugvél. Já, hann kom hérna á miðvikudagsmorgun fyrir, síðasta miðvikudag fyrir viku síðan og hann er búinn að vera hérna í 5 daga. Þannig að við erum búin að túra með hann hérna aðeins landið og hann vildi endilega fá að keyra til Akureyrar í staðinn fyrir að fljúga og taka þarna 5 tíma. Og við erum búin að fara að taka með í alls konar ævintýri, það var bara ótrúlega gaman. En hann er ekki bara að tala við þjálfarana hérna, hann er að tala við fleiri?
Já, hann var með námskeið sem heitir Coaching Greatness og þar voru námskeið sem var ekki bara þjálfun. Þetta var líkamsþjálfun eða fótboltaþjálfun, heldur var þetta meira þjálfun, hvernig geta foreldrar þjálfa börnin sín, hvernig geta kennarar þjálfa nemendur sína og hvernig getur þú hjálpað þeim sem á skrifstofunum með þér, hvernig getur yfirmaður þinn hjálpað betur. Þetta var svona miklu víðtækara heldur bara einhver ein þjálfun á íþróttamanni og það var rosalega vel sótt. Það voru 40 mann sem mættu og það var alveg frá 8 til 4 á laugardeginum, þannig að það var alveg farið yfir víðan völl. Við eigum það til að tengja þetta þjálfari svolítið við íþróttaþjálfari, af því við eigum kannski bara þetta eina orð yfir það. Já, af því að við tölum oft coach og trainer. Coach kannski eitthvað meira hvernig þú hefur meiri áhrif á einstaklingin, ekki bara líkamlega þáttinn, heldur líka bara svona hvernig getur þú gert hann betri. Þjálfari einhver einstaklingur sem að tekur þig einhverja leið sem þú tilbúin að fara. Meðan að trainer kannski eitthvað sem að mæti bara og segir hvað þú átt að gera og svo honum alveg saman hvernig þú ert eftir það. En við höfum bara þjálfari yfir það. Já. Eins og þarna, hann að tala markmið, hugafar, hann að tala liðseild, leiðtogan. Þetta eru þættir sem við getum verið að yfirfæra á bara allt. Allt. Og hann fór líka vel yfir það. Hann var ekki hann passaði sig mjög mikið bara þegar hann sagði þegar coach kannski í hverju einasta orði hjá honum, en hann færði bara yfir skipti bara nei, segjum bara að þetta væri foreldri. Og þannig að hann tók rosalega góð dæmi það hvernig við getum yfirfært þetta á eitthvað annað. Og þetta snerist rauninni mest það bara hvernig get ég hjálpa þér að vera betri sem að þú ert að gera. Og svo öfugt hvernig getur þú hjálpað mér, hvernig verð ég betri sem manneskja, hvað ég góður í því að þjálfa fólk, hvað ég góður í því að gera alls konar hluti, þurftum að gefa okkur einkunnagjöf í einhverjum 10 atriðum og þá rauninni grunnurinn og síðan ætla þú að vinna í því að bæta það svo að gera og svo fáum við aftur og þá ætla að fara yfir það hvort við séum búin að hækka skorið okkar og þetta allt bara hlutur það hvernig við getum hjálpa hvort öðru. Akkurat, og bætt okkur því að eins og hann, þó hann sé nú stórt nafn í þessu Marti Rooney, að þá getur hann líka bætt sig og hann líka að tala sín mistök svo að aðri geti lært af þeim. Já, hann fer rosalega mikið yfir sín mistök og alla dæmisögur sem hann tekur eitthvað sem að hann hefur gert sjálfur eða einhverja sem eru í kringum hann, þau mistök sem hann hefur gert og hinnir. Þannig að það líka, þannig fær hann kannski okkur til að tengja betur, þetta kannski ekki bara einhver svona auðspunni hjá honum, þannig að hann hefur gengið í gegnum þetta, kannski meiri líkur að trú honum og hann búinn að vera það lengi í þjálfun og búinn að gera það mikið mistök að maður læri því alveg ótrúlega mikið. Og þjálfa stórlið Ja, hann búinn að vera hraðþjálfari hjá New York Giants í NFL og hann búinn að vera hjá New York Jets. Hann búinn að þjálfa, það eitt sem á flesta bardaga í UFC, Jim Miller, sem hann búinn að þjálfa mjög lengi og hann búinn að þjálfa sjóherinn, hann búinn að þjálfa flugherinn hjá Bandaríkjunum og hann búinn að gera ágætlega mikið. Svona núna, þú nýkomin út á svona námskeiði með þessum, hann hefur væntanlega gefið þér alls konar ráð og þú mætir náttúrulega fílældur eins og líka hinnir þjálfararnir inn í næstu misseri með Training for Warriors. Heldur betur og kannski líka hvað skemmtilegast að því inn í þessu námskeið voru 20 eitthvað manns sem eru bara að æfa í training. Þannig að það ekki bara ég sem kem tvíheldur, þau í rauninu koma líka með mér alveg tvíheldur inn í það sem við erum að fara að gera. Þannig að við höldum ennþá betur í rauninni bara þá menningu sem við erum að búa til innan Training for Warriors. Svona að lokum næstu skref, hvernig lítur þetta út hjá Training for Warriors? Þið nýkomin í nýja húsnæði, eru þið strax búin að sprengja það? Nei, við erum ekki búin að sprengja það ennþá. En þú veist að það er búið að koma alveg fullt af nýju fólki inn og við látum bara vita einhvers staðar ef það er ekki laust pláss. En það er ennþá alveg laust pláss fyrir fólk. Við viljum heldur ekki að það komast ekkert endalaust inn. Við viljum líka það bara að ef þú komið of marga þá fer bara minni tími fyrir mig í hvern og einn, þannig að þetta má heldur ekkert verða of stórt. Nei, en þarna, þetta er öðruvísi en það að koma inn í líkamsræktarstöð þar sem að þú kaupir kortið og svo ertu svolítið að redda þig og sért með enga þjálfaran, en þarna, þú bæði fær þjálfaran og svo bara úthlutað einhverjum einstakling til þess að hjálpa þér. Bara ný maður kemur inn og þá byrja ég að finna þá sem eru búin að vera lengst og þau segja, herri, við ætlum að taka þetta, þú ætlar að taka þennan hérna með þér. Og þá eru þau bara, já, flott og hjálpa.
einstaklingar hafa komið bara eftir fyrsta tíma bara brosa og bara þú veist, ekki trúa að einhver annar væri tilbúin að hjálpa þeim heldur en þjálfarinn, sko. Þannig að við setjum rosalega mikið traust á hvert annað og við gerum rosalega mikið saman og þú veist, reynum alltaf að hafa einhverja viðburði einu sinni í mánuði. Þú veist, núna vorum við með bara svona opnunarpartí á laugardaginn þar sem voru 50 manns og þú veist, árshátíð alltaf. Við erum með vorleika, þú veist, bara endalaust eitthvað sem við reynum að gera saman. Þannig að þetta er samfélag sem þú gengur inn í? Algjörlega. Og þannig það líka út í heimi. Ég er búinn að kynnast, ég veit ekki hvað mikið af þjálfurum út allan heim. Og við erum með svona árshátíð einu sinni á ári, þjálfaratreining, þannig að það er rosaleg upplifun líka. Það er alveg ljótt að ég þarf að fara að kíkja aftur á æfingu í treining. Já, ég held það. Egil, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn, tíminn er hlaupinn frá okkur. Takk kærlega fyrir áhorfendur, við sjáumst í næstu viku. Haustið er lent hjá Joe's. Taktikinn er í boði Joe's.